Komið þið sæl. Ég heiti Rakel Sigurgeirsdóttir og konan á bakvið íslenskunámina. Ég ákvað að gera þetta myndband til að kynna fyrir ykkur þær breytingar sem ég hef gert á vef íslenskunáminar. Fyrst það slóðin íslenskunáman.is, síðan komin á íslenskt lén. Svo hér kynning á því fyrir hvað íslenskunáman stendur, en það kom fram í notendaprófunum sem var undanfari af þessum breytingum að nokkri bentu á að þeim fyndist ekki koma nógu skýrt fram fyrir hvað íslenskunáman stendur. Þannig að það kemur bæði fram hér efst og svo á glærusýningunni á forsíðunni. Ég breytti líka lógóinu, en það virkar líka sem heimtaki til að komast aftur á þessa forsíðu. Leiðarkerfið líkt, en þó eru nokkrir nýjir þættir og það búið að einfalda það. Þetta sem hér undir námsefni það sem skiptir mestu máli fyrir fagfólk og leiðbeinendur, en hér bæði útskýringar og ítarefni með samtalsspjöldunum og þemaspjöldunum. Síðan eru sérstakar síður fyrir gagnvirk verkefni, skrifleg verkefni og svo myndorðakassan sem uppseldur. Nú einhverjir bentu líka á að það vantaði efni til að vísa nemendum á, þannig að hér komin síða á ensku eða síður, yfir síða og undir síður með því efni sem að nýtist nemendum helst. Það sem hér undir einkakennarinn einkum ætlað nemendum, en þó kennsluferillinn eitthvað sem að fagfólk og leiðbeinendur sem vilja komast að hver minn bakgrunnur þeir geta lesið. Hafa samband var hér áður og áfram, en vefverslunin ný. Nú ef við förum hérna undir forsíðumyndirnar, þá eru hérna flýtileiðir sem eru nýjar. Þetta efnið sem bæði netkönnun sem ég gerði og svo skýrslur á gömlu síðunni sýndu að væri mikilvægasta efnið. Námsefni til sölur, þetta mikilvægast fyrir mig, en það líka hér undir vefversluninni. Gagnvirk verkefni á Quizlet og Kahoot. Þau eru líka hérna undir námsefni, eins og skrifleg verkefni. En nú eru öll skriflegu verkefnin komin á eina síðu. Það var algeng ábending að það væri of flókið að hafa þetta á mörgum síðum. Einkakennslan einkum fyrir fullorðna nemendur og velkomið að benda þeim á mig ef einhverju spurður eftir einkakennslu. Gagnleg hjálparefni. Þessi síða á ensku, hún hér free materials og einkum ætluð nemendum, en getur að sjálfsögðu gagnast kennurum líka. Kennsluleiðbeiningar hins vegar ætlaðar fagfólki og leiðbeinendum. Það engin síða sem heitir kennsluleiðbeiningar, en þessar kennsluleiðbeiningar hér undir námsefni. Og ég geri eflaust myndband þar sem ég fer svolítið yfir það hvar þar að finna. Þegar við komum hér að vörunum, þá hægt að skoða þær hér mjög fljótlegan hátt hvað í boði, en þær eru auðvitað líka allar hér undir vefversluninni. Hér líka ummæli frá notendum. Notendur eru aðalega kennarar, en líka nemendur og Íslendingar sem eru í samskiptum við eins og au-pair-stúlkur eða maka. Þannig að hér fjölbreytt úrval af meðmælum með vörunum. Ég ætla að fara hratt yfir þetta hér. Þetta einkakennslan, en mig langar líka til að benda á það sem hér á Instagram, semst íslenskunáman á Instagram, og bæði nemendur og kennarar geta nýtt þetta. Auðvitað ég að nota Instagram síðuna mína til að auglýsa
bæði vörur og einkakennslu, en svo líka hérna efni sem hægt að nota í kennslustundum. Það hægt að styrkja íslensku námuna, þeir sem að vilja styrkja það sem ég að gera, eða til dæmis að styrkja það að útgáfu eða endurútgáfu, til dæmis eins og myndorðagössunum, þá hægt að velja hérna mismunandi upphæðir. Nú síðast fóturinn og þar hægt að fá upplýsingar hvar ég staðsett. Ég í Grafarvogi, hérna tölvupóstfangið mitt, en það auðvitað hægt að senda bara beint hér. Það allra nýjast á Instagram, vöruflokkarnir og þessar tölur segja hversu margar vörur undir hverjum flokki, vinsælustu síðurnar akkurat á þessari stundu og svo að lokum þá langar mig til að benda þennan hnapp hér. Þegar stutt á hann þá flest viðkomandi efst á síðuna. Þessi hnappur birtist leið og byrjað að skrolla eitthvað hérna niður, en alltaf hægt að hoppa efst upp.